Eldur olli gríðarlega miklu tjóni víða land á árinu. Talið var að tjónið hafi ekki verið undir 100 milljónum króna þegar hús bátasmiðjunnar Óseyjar í Hafnarfirði brann til grunna. Fjölskyldu var bjargað úr brennandi hús á Akureyri í byrjun árs. Viku seinna kom upp eldur í verkstæð og gripahúsum við Dverghólf norðan Akureyrar. 15 hross voru í húsunum og tókst aðeins að bjarga 5 þeirra. Allmarga eldsvoða mátti rekja til íkveikju. Sú var raunin þegar eldur kom upp í Nýja bíó í Reykjavík í sumar. Mjög mikill eldur var á nokkrum stöðum í húsinu þegar slökkviliðið kom á vettvang. Nærliggjandi hús tókst að verja, en Nýja bíóshúsið er gerónýtt og verður þar rifið. Hjónum og 2 ungum dætrum þeirra var naumlega bjargað út úr brennandi íbúð í fjölbýlishúsi í Grafarvogi. Fólki var í fasta svefni. Nágranni var eldsins var, en fólki vaknaði ekki þótt hann bankaði og hamaðist á dyrabjöllunni. Hann klifraði þá upp á svalir og braut sér leið inn í gegnum eld og reyk og tókst að vekja fólkið og bjarga því út. Það var alveg rosalega erfitt að anda í þessum vekki og hitinn var alveg gífurlegur. En tilfinningin að ná fólkinu út? Ánægður með, sátt við sjálfum. Bændur í Stóru Breiðuvík við Reyðarfjörð urðu fyrir tilfinnanlegu tjóni í byrjun vetrar, en þeir mistu allan bústofn sinn yfir 200 fjár þegar eldur kom upp í fjárhúsi og hlöðu. 20 milljóna tjón var þegar sorpflokkunarstöð í Straumsvík gjöreyðilagðist í eldi. Hiti í sorpinu var talinn hafa valdið brunanum. Eldurinn var þrálátur og hélt áfram að krauma vikum saman í timburrusli sem urðað hafði verið án leyfis á svæðinu.